Heilbrigðisstofnun Austurlands heilbrigðisstofnun út á landsbyggðinni. Undir henni eru í raun og veru öll málefnasvið íslenskrar heilbrigðisþjónustu, nema þá kannski sérgreinalækningar. Það heilsugæslusvið, það hjúkrunarsvið, það sjúkrasvið. Það eru 11 starfsstöðvar sem heyra undir Heilbrigðisstofnun Austurlands og eitthvað kringum 350 starfsmenn að jafnaði sem fer upp í svona 500-550 með sumaraflýsingu. Samstarf á milli heilbrigðisstofnana það þarf að vera mjög öflugt. Það eykur samfellu einstaklingana, það eykur samfellu þeirra sem eiga þjónustuna sem eru bara þjónustu þegarnir. Við erum með samning við Sjúkrahús á Akureyri, nýundirritaðan þjónustu bæklunar skurðlækna hjá okkur. Við erum með samstarfssamning við Landspítalann þjónustu nokkurra sérgreinalækna. Sá nýjasti þjónusta þvagfæraskurðlæknis hjá okkur og hann kannski með öðruvísi sniði heldur en að þeir sem við höfum áður gert. Það sem við erum að gera þar við erum að gera ákveðna tilraun með því að búa til samninga sem að geta orðið möguleg fyrirmynd að samstarfi stofnana við sín á milli og þjónustu sérgreina. Þetta eru 2 dagar í hverju mánuði og þetta eru kannski 30-40 einstaklingar sem viðkomandi að hitta. Þannig að þetta er stór hópur sem margir hverjir hefðu þurft að fara þá úr héraði. Þannig að þetta náttúrulega augljós sparnaður í því. Og þessi samningur raunverulega við deildina hér, þvagfæraskurðdeildina og LSH. Þannig að það ákveðin valin einstaklingur sem sinnir þessu. Gætu allt eins verið 2 eða einhverjir sem eru þá bara inn í málum og þekkja staðinn, en þetta einn einstaklingur og segjum svo að hann hætti þessum ferðum, þá myndi deildin sjá að annar færi, þannig að þetta meira á forræði deildarinnar heldur en að sérfræðingur sé að sjá þetta fyrirkomulag milliliðalaust og ég held að þetta sé ákveðið gæða og öryggisatriði fyrir staðinn að móðurdeildin sjái þetta fyrirkomulag, að þetta standi ekki allt og falli með einum aðila. Þetta skilur eftir ákveðna þekkingu heima í héraði sem að gera það að verkum að við verðum betur í stakk búin að takast á við einfaldari verkefni. Þetta gefur okkur líka ákveðið öryggi í því að við vitum hvert við eigum að leita. Það einn ákveðin kontaktpunktur sem að við leitum til með þess áttar vandamál. Ég held að fyrir marga sérhæfða þjónustu, þar sem viðeigandi að viðkomandi komi bara 1, 2 eða fleiri daga í mánuði, þá eigi þetta við mjög margar sérgreinar. Það hlýtur að vera skynsamlegt að sinna því sem hægt að sinna í heimabyggð, sinna því þar, heldur en að auka á þungan á Landspítalanum. Svo held ég líka að þetta auki á starfsánægju vegna þess að þetta aukur fjölbreytileika í þínu starfi að fara og sjá annað. Það eru þetta líka fleiri skemmtileg tækifæri á samstarfi milli stofnana. Það þarf ekki allt að vera svona fýsísku kontakt. Við getum líka nýtt tæknina betur, farið í fjarheilbrigðisþjónustu í auknum mæli, enda telja að þar séu mikil tækifæri og að heilbrigðisþjónusta sé að mörgu leyti kannski svolítið eftir á þar, sem auðvitað eðlilegt vegna þess að heilbrigðisþjónusta á að vera örugg og hún á að vera gagnrýnd og það þarf að prófa hluti áður eru teknir upp. Það auðvitað mín svona kannski persónulega draumsýn að Landspítali, sérgreina sjúkrahús allra landsmanna hafi það bara með þeim hætti að þegar þeir ráða til sín einstaklinga að þá sé það partur af þeirra starfsskyldu að sinna með beinum hætti einhverjum hluta landsbyggðarinnar. Enda ég þess fullviss að veran í ferska loftinu út á landi gera ekkert nema gott fyrir eigin ágæti. Ég þekki það bara eigin skinni vegna þess að ég alin upp til 25 ára aldur síðan í 101 Reykjavík og flutti mig síðan yfir í Vesturbæinn áður en að ég sá ljósið og fluttið á land austur í Neskaupstað. Þar sem að mér hefur aldrei liðið betur mér og minni fjölskyldu og ég get bara votta það að það dásamlegt að búa út á landi og dásamlegt að vera út á landi.
Þannig að ég mig langar til þess að biðja til þeirra sérfræðinga sem eru á Landspítalanum að horfa á samstarf eins og þetta með opnum hug, ekki bara fyrir þjónustu þegar alls þessa lands, heldur fyrir það sjálfa einni og þeirra eigin ágæti.